Já, góða kvöldi kæra áhorfendur. Velkomin í fyrstu umferð í sumarmótaröð Lóvis og Yamaha. Með mér er hérna hann Gretar G. Hagalín. Komið þið sæl og blessuð. Já. Hérna, við erum búin að spretta okkur fyrir þessu útsendingar. Dóti, ég hef svo sem verið í útsendingu en aldrei verið með útsendinguna. Þannig að þetta verður bara hrúald hvernig það gengur í okkur. Hvernig líst þér á þetta? Það segir maður, sýnið okkur þolinmæði eða sýnið okkur miskun að minnsta kosti. Já, það sýnir okkur miskun. Eitt sem ég ætla að nefna, það er vídeó hjá okkur heitir fyrsta umferð í A-deild á YouTube, þetta er vissulega B-deild. Það er engin A-deildamaður að missa af keppninni sinni. Það var bara vitlaust skrifað hjá mér og ég er hreinlega nenni ekki að loka setningunni og byrja hann aftur. Með hraðan á mönnum hérna á Íslandi þá gæti þetta náttúrulega heitið A-deild og hitt væri bara A+-deild. Afvísu. Og svona ef út í það væri farið, þá var líka svo sem hægt að skýra aðra deildina A-deild. A-a. Það er svo fundur eftir keppnina þá. Já. En hérna, þeir sem eru komnir í útsendinguna með endilega að láta okkur vita hvernig hljóðið er og svona. Vorum eitthvað að reyna að stilla þetta hérna fyrir keppni og ég held að höfum náðu þessu svona þokkalega balans á þessu. En ef það heyrist í of hátt í mér eða Gretari eða of lítið í bílunum eða of mikið eða hvað sem er, láta okkur vita. Þetta var bara fyrir okkur í sumar. Lækka í Gretari. Lækki Gretari. Saman hvort heyrist vel eða illa í mér. Ég var allavega að segja að við séum í toppmálum. Það er geggjaði að heyra. Það er Jónas sem mættur, okkur vantar. Ég saknaði þá 2 á braut, það eiga að vera 12 ökumenn eða með okkur í kvöld. Já. Ég er ekki búinn að heyra af neinum forföllum. Er það rétt séð hjá mér að það séu Dimmi og Ólafur Nói eða? Það getur verið, ég held að Dimmi hafi nú alltaf að taka þátt. Þetta er 2% meiri í bílunum, sjáumst það getur mikið retta því. Sjá. Ég er nefnilega auglýsingaskilti en ég næði ekki að rúlla yfir alla sem er í löpinu, sko, en að fylgjast með þegar þeir keyra hérna fórvíðar. Já, auglýsingaskilti okkur góða hérna að Lóvis á. Glotnum brosa. Já. Kemur Jón B. og slætur á mig að neinu sinni, en ég er alltaf á mig. Já. Þetta er nú eitt hring, sýndu hvernig á að gera þetta. Það er svona. Nei, skulum við gera tripla æfingatíma neða. Eru þið ekki vinsæl? Nei. Já, hann er hérna komin í tjattið hann Jón B. bara, hann er bara á öllum úrstöðum. Hann er að passa sig að skila á sig læki. Já, nákvæmlega. Heldur betur. Við lækum hann lækar okkur. Já, við lækum hann mjög vel. Já, ég læka Jón. Hann læka Jón. Já. En þessi umferð þessi mótor er með svolítið öðruvísi sniði. Þetta var svona, við ætlum aðeins að hrista í markmiðið með þessari deild að bara hafa gaman. Það er, þú getur mist úr fleiri keppnir, menn eru í sumarfríum og allt svona. Þarna kemur Dimmi. Dimmi mættur. Hárréttum tíma. Já, og bara, soft medium dekk, keyraði út, bara pússa. Við viljum sjá hraðari hringi enn í tímatökum. Já. Og bara, engin vindur, bara glampandi sól, þurrt. Að hafa gaman að þessu. En þetta kombo í samfélaginu myndu kalla þetta amatúrstillingar. Já, akkurat. En svo er líka gott að nefna að við breyttum slipstreaminu. Já, við breyttum slipstreaminu. Ég var nú svo sem búinn að tilkynna það alveg á mörgum stöðum og ég vona að ekki fara fram hjá neinum. Svo erum við að tala markmið deildarinnar. Slipstreamin alltaf veitir. Við tókum 1 æfingarreis í gær. Það var merkilegt hvað það dreif. Já, en svo náttúrulega eru allir velkomnir í B-deildina.
það er alveg svoleiðis. Það er bara, Já, ég sé að Greta Gunn var að mæta það ekki. Já, akkurat, ég myndi tók eftir því og bara meðan pláss leyfir, þá eru bara allir velkomnir. Svo náttúrulega ræðist það eftir stígatöflu ef nei, fór hún aftur. Það er kannski farið að kaupa bílinn. Það er upplöst út í þetta heitir aðbildi, er það bara streymið? Það er bara streymið. Okay. Og hvað ætla að segja? Já, bara meðan pláss leyfir, en svo náttúrulega fara bara eftir tímatöku ef þáttakan verður of mikil. Já, það eru þessi 12 sem hafa forgang allavega í þessu keppni sem voru búin að taka tímatöku. Já, pluss Jón B. Það var 11 sem tóku tímatöku. Já, hann var búin að melda sig. Já, hann ætlaði nú að taka tímatöku, en hann hafi verið pínu eftir sig eftir lokahófið sem var hjá okkur í síðustu viku, sem var náttúrulega bara algjör snilld. Það var geðveikt, ótrúlega flott lokahófið á hann. Já. Bara flottir vinningar og byggarar og geggjaður matur. Djúvillega ánægður með mat. Já, ég er svolítið hræddur að ég er eftir að vera bara fyrir vonbrigðum. Ég er að fara út að borða á fimmtudaginn. Ég held ég bara verið fyrir vonbrigðum með einhverja fína steik á einhverju steikhúsi því að þetta var gott. Já, þetta var mjög gott. En það sé ég ekki eftir að hafa tekið auka steikina, sko. Nei. Herðu, eigum við einhvern veginn að reyna að ná sambandi við Greta Gunn, senda hann að skilabóðan sér velkominn eða eitthvað? Já, það er ekki villust. Ertu með hann? Getur þú hend? Ég ætla að henda bílnum mínum inn í pitt, svona til... Já, skelltaði bara á braut. Við förum að starta þessu líka bara á hann og senda honum bara skilabóð message, ertu með hann í Friends? Mér sýnist ekki, sko. Nei. Skulum bara sjá hvort að ég sé ekki með hann. Já, hann heitir náttúrulega Iron Death, þannig að það er spurning hvort að... Já, ég er nú ekki með hann í Friends. Herru, við getum náttúrulega rettað því að við vitum hvað hann heitir. Já, heldur betur. Jón, það er gott að áta mig sem þingupjasa fyrir fjóða. Ég held að það hafa nú ekkert verið einn það, Jón, að vera eftir því eftir lokahófið, en það var það mikið fjör, mikið gaman. Það heldur betur, sko. Það er líka bara flott salur og vel haldið mynda á annað. Það er stjórnin á mikið hróskilið. Og Autocentur fyrir byggarana og Classic Detail fyrir vinningana og verkfæðastofan og allt þetta. Hann drukkið svolítið að bólavinningum líka? Já, heldur betur. Bóli var náttúrulega í boði verkfræðistofunar. Já, svoleiðis. Já. Ég er allavega búinn að senda á Ironic Duds. Já, gefum við þá eina 2 mínútur áður en við startum þessu. Planið var náttúrulega að starta kl. 9, þannig að ég efast að strákarnir séu nokkuð að flýta sér og þeir eru ábyggilega til að keyra 1-2 hringi í viðbót áður en við hendum þessu í gang. En þetta var 38 hringir á þessari braut og þetta kombo er að koma helviti skemmtilega út. Ég valdi brautina og Greta valdi bílinn. En þessi braut er með svona langar hraðar beygjur og mikið af þeim og í bland við svona krappar og krappabeygjur, hairpin-beygjur og svona S, svona chicane sem að geti verið, það var eiginlega erfiðast af þessu. Það er chicane sem er að koma eftir smástund þegar Toppi kemur niður brekkuna og það fer hann niður í chicane Þetta var eiginlega bara erfiðustu beygjunar í brautinni. Þarna gastu líka að tapa bara hálfri 1 sekúndu bara á nóinu. Já, menn eru heldur betur búinir að líka vera að keyra tímanum sína niður frá því að við byrjuðum að keyra þetta. Við höfum ekki rétt fyrir okkur þegar við vorum að tala hvað við heldum að eru rauðustu tímategir. Nei, heldur betur ekki. Og svo er nú gaman að sjá hvað það er nú einn nýliði að koma í keppnina á morgun sem hann aðeins upp í þetta aðdeild sem hann er búin að vera að sýna ógnarhraða. Er hann samt nýliði? Já, ég efast nú að hann sé nýliði, byrjandi,
En hann er svo sem nýliði í samfélaginu okkar, en ég efast stórlega hann sé nýliði. Ég ætla að gíska og sérst að tala feðgana. Já, ég er að tala feðgana. Þetta er sérst pappinn hérna á toppi. Og strákurinn er að keppa á morgun í A-deildinni. Og þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. En við tveir erum náttúrulega líka að keppa í A-deildinni á morgun. Já, annar okkur heima, það er ekki hinn. Jú. Þú átt nú alveg heima það líka. Já. Arnar spyr, er reysið á Epic? Hvað þýðir það? Grétar hefur nú ekkert látið heyra í sér, þannig að við hendum þessu bara í gang. Skellum hérna good luck. Skjáminn ætla að senda okkur búin að svara mér. Kannski ekki gera það. Hann getur joinað, við getum stoppað eftir tímindökunna og hann getur hoppað inn á braut. Það er hægt. Byrjar þá aftastur. Já, það er hægt. Eftir tímindöku byrja aftastur. Já, það er hægt en það verður ekkert reset á lobbinu svo sem á milli, ekki nema að hann hoppi inn. Það var bara þannig eins og þetta á að vera gaman, þetta á að vera fyrir alla og þetta á að vera bara fjör. Ég kom með þær fréttir að við eigum ekki von á Ólöfu Nóa. Hann er í vinnu, sérstakt á svona kvöldi en, þú veist. Akkurat. Skemmum að safna sig fyrir Fanatec, ég man nú ekki á hverju hann kerir. Nei, það eru nú fleiri sem hafa tekið vinnu þarna til að safna sig fyrir Fanatec. Já. Hver verður nú fyrstur á braut? Nú er tímadagur komin í gang. Þá erum við formlega farnir af stað með sumarmótaröðum. Fyrsta tímabil í sumarmótaröðum. Nú er svo að Yamaha. Sýnist að menn séu svolítið æstir. Þeir eru svolítið eins og kindurna þegar það hleypt út á sumri. Já, svo viljum við nú sjá að menn gefa sér pláss í tímatöku og séu ekki að drafta. Slifturinn við náttúrulega á Vík og þá er nú gaman að þurfa ekki að setja stillinguna á ril í tímatöku og þurfa að resetta lobbíinu og setja yfir í Vík. Gott að hafa mig sem þýngu pjesa fyrir alveg. Epic Betskör. Já, hann er að tala hann er viltu veðja eitthvað á þetta? Það er velkomið, þú getur gert það bara einhvers staðar. Svo sem ekkert hvar. Bara við næsta mann. Bergur er í síðustu beygju, Jón B. er búinn að búa sér til fínt bil. Já. Menn hafa líka nægan tíma, hringurinn er ekki nema 1 mínúta og 30 sekúndur rúmlega. Hugo er að búa sér til bil og Hilli er, ég veit ekki alveg hvort hann ætlar að reyna að taka fram úr Hugo á beinakaflanum eða hvað. En það er ekki græða tíma á því að vera hann að nálægt honum í síðustu beygju. Nei. Steini Sveins fyrir pitt, já, hann fór út af netjum. Hann verður allavega líklegast með auða braut. Já. Það nefnilega getur líka verið gott, sko. Stundum ef ég sé fram á mikla trafík á útring, þá býðir þar til að menn eru komnir svona halva braut og skellir með það út. Já, Jón B. hefur líka farið í pitt, þannig að hann sannlega verið á netjum líka. Og menn ekkert að fylgjast með two-bin warning. Það er sannlega ekki. Kannski vilja þær æfa mediumdekkin. Menn eru búin að æfa softdekkin svolítið grimmt. Svo er það. Það er gaman að sjá hvaða stratt menn taka í kvöld. Hvort þetta verði soft og mediumdekk sem eru montador í okkur. En það verður fróðlegt að sjá hvernig menn spila því út. En dekkjasteytið hjá okkur er stilt í sinnum 1 og bensín í sinnum 4. Þannig að þetta er eiginlega svolítið spurning hversu langt þú ferð á tanknum, ekki hversu langt þú ferð á dekkjunum. Það er svolítið hægt að spæna upp dekkjunum, það er svo sem auðvitað alveg vel hægt og þessi maður, hann Hugo, hann er nú svo sem alveg meistari í því. Spæna upp dekkjunum? Ég ætla að láta við góða mann.
En það er gaman að sjá hvernig menn spilur úr sig. Ég veit að það er hægt að fara alveg 24 upp í 20. Fyrsta tíma 1.34 nánast sléttar. Dimmi 1.34.7. 1.34.5 Hugo 1.33. Hversu? Þetta er ekki alveg tala. Já, Eiríkur heldur ennþá toppnum. Dimmi 5. sæti. Foxson 1.34.6, Jónas 1.34.9. Steini Sveins og Jón B. að byrja hotla. Það er ekki komið fyrir hjá Berg, hann var fremstur á hann, aftastur núna. Mætti ekki ráð fyrir hann hafi snúið eða eitthvað og verið heiðarlegur og hleypt mönnum fallega fram úr sér. Svo er það líka, ef maður klikkar á hring og þú sér að maður er komið frá það, bara farið út í kant eða farið inn í pitt. Þannig að maður sé ekki að skjama fyrir hinum. Þannig ég verð nú að segja, þetta er nú ekki alveg sem við viljum sjá í tímatöku. Nú er Hilli bæði að skjama fyrir sjálfum sér og Hugo. Það er sniðugt hjá honum núna að búa til gott bil í staðan fyrir að vera keyra í raskatunum mönnunum. Akkurat. Það er nefnilega svolítið svoleiðis. Þannig að býra til smábíl. Hún hefur kannski heyrt í okkur. Hugo flottur hérna í 3. sæti. Þá er staðan sem sett eftir 5 mínútur og það var Eiríkur, Hilli og Hugo, 1., 2. og 3. Það var eftir ekki með Toppi og Dimmi. Jónas, Jónatan, Örn, Steini, Jón B. Jón B. á nú meira inni, hann getur betur. Já, nú erum við náttúrulega með 2 Jóna hérna. Já, sjáðu Topson, kominn í fyrsta. Þetta er 9.37. 1.34. Já, fyrsti maður undir 34. Hann setti náttúrulega tímatökuring sem að skila honum í A-deild. Já, hann gerði það vissulega. Óskaði svo eftir því að fá að vera í B-deild. Já. Og maður vonum að menn sé ekkert að pirra sig á því að hann sé hérna í 1. sæti. Það er alveg eins og ef hann hefði sleppt tímatöku og ákveðið að mæta bara í keppni, skilur við. Já, akkurat. En svo er líka þeir feðgar eru sem sagt mikið að spila á sama rigg. Ég veit að þeir rifu fram eitthvað gamalt rigg sem það er átt eitthvað staðar inn í kústaskáp. Sem að ég ímynda mér að sé nú ekki alveg upp á marga fiska. Hugo hendi sér bara inn í pitt. Það verður komið nóg að vera með hilla í raskatinu. Hún steikja dekki sín kannski. Bergur setur 1.34.3. Skilur honum upp í 4. sæti, það er flott hjá honum. Já, það er vel gert. Þannig að röðum yfir línuna. Hilli bæti sig ekki. Jónatan og Sýningu fyrir frá honum. Röðunin er fram og tilbaka. Svo náttúrulega getur verið sniðugt að henda sér í pitt og ná inn í dekk. Mér fannst ég stundum ofhitaði aðeins. Kallar maður þetta commentators advice. Já, heldur betur. Svo við tölum bara opinskátt, þá rættum við þetta eftir tímatöku sessjónin að við hefðum alveg skoðað að sem ökumenn að taka outlapp, taka 1-2 hringi og fara svo inn í pitt að setja aftur klæn í dekkvindur. Já. Það var alltaf spurning, þetta er náttúrulega talsveit styttra heldur en tímatakan þá. Hún er Örn Erlings kominn alveg í raskati á Jónatoni en hann var nú fyrir framan hann fyrir nokkrum beðum. Það er eitthvað klikkað í honum. Örn Erlings er náttúrulega maðurinn á bak við Bernetsósuna. Á logoðum. Jesus Christ. Kallar þetta sósu? Það var bara Þetta var súpa fyrir mér, sko. Nefnilega, sko.
Það er alveg auðsaðin á diskinn hjá mér og það líkur við að maður hafi tekið hann og sleikt hann, sko. Sýnist Örn alltaf að nýta sér hérna smá slitt til þess að reyna að komast upp úr held eftir. Já. Nei, valla eftir að hann hérna hefur tekið einhvern feil, það gengur sennilega ekki. En já, þetta er eitthvað sem að menn mætti passa sig betur á, það er að dreifa betur úr sér. Já. Það yfirleitt endar maður bara á því að skemma fyrir sjálfum sér. Þegar maður keyrir ekki eins í hreinu lofti og ef maður er beint fyrir aftan einhvern, jú, getur verið flott að fá og drafta á beinagalvanum en þú ert bara að riska svo rosalega miklu með því. Já. Ef hinn gerir mistök þá hringur þinn ónýtur. Ég hef að segja að búin að stressa mann sem er ekki endilega í reismót, hann er bara í tímatökumót. Já. Og hann gæti verið að hann gerir mistök og hann er bara hringur ónýtur fyrir ykkur báðum. Það heldur betur. En þetta er sannlega rétt eins og varst að segja með að dekkin eru oftast hröðust, sérstaklega með að keyra svona tímatökum pace, þeir eru hröðust bara á fyrsta og öðrum hotlap því að það er ekki búin að koma mikið af bætingum í tímum á hring 3 og 4. Dimmið hennar næstur yfir línu. Já, þetta er ekki tímasinn. En svona voru ég og fórst nú að tala Örn Erlings og Berni Súpuna. Já. Menn áttu vona á að við Örn værum ekki vinnir en fyrsta sem að allavega Örn gerði gagnvart mér var að brosa og hilsa mér og ég knúsaði bara tilbaka. Já, það er hérna. Þó það sé hiti í leiknum, þá er allir vinnir. Já, auðvitað. Maður má nú ekki taka þessu of alvarlega. Einu í litlu samfélagi. Þannig að taka þessu alvarlega en bara halda alvarleikanum á brautinni. Heyrðu, býtum nú misti ég að þessu. Hvað var þetta besta tíma? Toppi 1.33, 7.31. Þannig að hann er búinn að koma sér yfir alveg vel undir 34. Eiríkur Ingi 2.86 á eftir honum. Og hann er bara inn í pitt, hefur lokið tímatökum. Hilli þar 1.50 eftir Eirík. Tæplega hálfri sekundu eftir honum Toppa. Gefur Hugo alveg ösku illur beinagaflan. 33 hann bætir sig ekki. Er einhver á braut? Hilli er á braut, en ekki hægt að segja hann sé að setja tíma, hann er að drifta hérna fyrir síðustu beygju. Dimmi er að koma hérna í línuna. Alltaf gott drifta með þetta. Dimmi tekur ekki bætingu. Bætir sig ekki. Þá er fyrsta rásröð í sumarmóti Lofís og Yamaha klár. Já. Við tökum það kannski aftur fram að ef einhver er að hlusta og vill taka þátt á bara meira velkomið að hoppa online right about now og ræsa það aftastur. Alltaf betur. Og nú er náttúrulega gaman að segja frá því að hann Dimmi hérna, hann er svo sem ekkert æfður og var það heldur ekki í tímatökunni. En þetta er náttúrulega fyrrum úrvalsdeildarmaður. Þannig að ég með gruna nú alveg sterklega að við eigum eftir að sjá eitthvað fæti á honum og Toppa. Já, hvort sem verður í þessari keppni eða komandi keppnum. Já. Og það má nú alveg segja alveg fullt af ökumönnum og flest öllum í þessari deildi ekki alla, þeir eru allir búallir yfir hraða. Já. Það er oft munurinn að geta sett hraðan hring eða sett stetti í 38 nokkuð góða hringi. Nefnilega. Við erum náttúrulega með í þessu, þó að sé ekki akkurat núna, þá náttúrulega annað og þriðja sæti úr annarra deildinni sem alveg dominatuðu aðra deildina. Já, þá var hann Steini Sveins og hérna Ólífur Minna. Ólífur Ói. Sem er svo sem ekki með okkur í kvöld, en vonandi sjá hann á breytu í næstu keppni.
Ég tók screenshot. Og hérna erum við með niðurstöðuna. Það er Toppi eini sem fór undir 34, en Eiríkur Ingi er nú grátlega nálægt í 34.017 Já. og Hilli 34.170 þar á eftir. Fyrsta upp í 9. sæti er innan við 0,8. Nei, þetta er ekki 0,8. Þetta er 1,2 fyrir ekki. Það er 0,8 niður í 8. sæti, 0,818 í Steina í 8. sæti. Þannig að þetta við hefum nú alveg vona á svolítið baráttu, sérstaklega með sliptum í Vík. Já, það verður fróðlegt fyrsta hringin sérstaklega og bara fyrsta sektor sérstaklega. Það fór nú í köku hjá okkur oftar en einu sinni í æfingarleysi í gær. Heldur betur. Og hérna svo náttúrulega er fyrsta beygja, hún er löng og röð afleiðandi beygja sem kemur inn á beinakafla með smá S-um en þú ert á fullri gjöf í gegnum hann alltaf og þar ertu með slipstimið þannig að þú veist að það er alveg sterkar líkur á því að fyrsta sæti verði ekki í fyrsta sæti þegar eru komnir að, hvað er það, 4. beygja? Já, eitthvað svoleiðis. Já. En þú sér eins og í gær, ég var í öðru með 3-4 fyrir aftur með að berjast og leið og þeir hætti að berjast og nýttu slipið, þá voru þeir bara konur í raskati á mér leið, sko. Já. Því ég á bara einn að gera, þeir gáttu nýtt sér hraðan okkur öðrum. Mér finnst mjög skemmtilegt að sjá í þessari tímatöku hvað er stutt á milli manna. Já, það er mjög gaman, það er hérna og gott að taka fram eins og Hilli bendir á hérna í YouTube spjallinu að það er 0,002 milli Hugo í 7. og Steinar Sveins í 8. Já, það er rétt. Það minnur ekki miklu hana. Annars sæti úr annarri deild hana. Steini var í öðru sæti, var það ekki. Ólfur Nói í 3. Í annarri deild. Ég legg ekki pening undir það en mér minnir rosalega að þetta þannig. Já. Og Jón B. hann á nú inni. Þeir eiga nú örugglega flestir inni. Þeir eru nú bara 10 mínútur og það er rosalega auðvelt að klúðra hringnum á þessari braut. Þú ert bara aðeins að taka eina beygja vitlaust og þá getur þú bara tapa 0-3, 4-5. Já, núna er ekki ástæða til þess að resetta eða mennum að það er svo sem bara starta eftir nokkra sekundur. Það að segja að leiða eitthvað að taka hrollin úr sér eða eitthvað. Nei, ef það er enginn sem er að joina það, þá bara setjum við þetta beint í gang. Setti hérna restart 21:20 og það er 1 mínúti í það. Já, kannski aðeins að koma inn á hverju styrkja þessa deild. Þú varst búinn að setja saman einhverja flotta AI-ræðu svona eins og strákarnir gerðu daginn. Nei, ég var nú ekki búinn að því, en það hefði nú verið helviti sterkt. Þetta er sem sagt Lóis og Yamaha. Það verða einhverju vinningar frá Lóis og Yamaha núna í lok tímabils. Og við erum svo sem ekkert búin að ákveða hvað það verður, en það verður eitthvað gúmulaði. Gott í sig og á, eins og mætti segja. Já. Herðu, það eru rosalegar fréttir í YouTube-spjallinu. Nú. Við veitum ekki hvort þetta er staðfest, en Ívar Eyþór segir hérna að Vibe er komið áfram. Við vorum svo að keppa í undankvöldi Eurovision í kvöld. Nú. Já, það er nú. Það segir okkar að það var ekki AI, what the fuck. Staðfest, þetta eru frábærir Eurovision fréttir. Þá getum við bara starta reisinu endalega. Já, það er bara ekkert því fyrir stöðu. Við vorum í laumi að bíða eftir Eurovision úrslitunum. Jó, við viðurkenna ekki, en hann er mikill Eurovision aðdáandi. Já, ég farið í nokkur Eurovision partí, en það er einhvern veginn aldrei kveikt á sjónvarpinu samt. Það er ekki með hljóði. Það eru strákarnir aðeins búin að slaka á fyrir keppni, þannig að þetta er náttúrulega klukkutíma keppni. Báðar deildirnar keyra í klukkutíma. Þú ert með lyklaborðið tilbúið? Já. Búin að æfa þig í replay? Heldur betur. Ég tók smá replay æfingu á þann, þannig að það verður fróðlegt að sjá hversu vel þetta gengur hjá okkur. Ég nefnilega svolítið að pæla, sko, vill maður replay af startinu
eða lok fyrsta sektor. Já, ég ætla allavega að Ég hef setja ekki gert bæði, sko. Ég ætla allavega að setja replay-markið á startið. Verður ekki að gera 15 sekundum eftir startið, eða? Jú, það er rétt. Já. Herðu, ok, þá erum við eins klárar og við verðum í bili. Nú ætla ég að finna þennan góða listan á sendunum mig, en við erum komnir á stað. Þetta er lights out and away we go, eins og ég segja formúlinni. Toppi tekur innri línuna. Bergur nær sér hérna inn á Hilla. Þeir eru allir í kássu hérna. Örn bara ítið sér til hliðar, Smá bömp hana. Smá bömp. Og Hilli fara út af hana. Sem flott finna aftur, missir Jón B fram úr sér. Toppi heldur fyrsta sætinu. Dimmi er búinn að ná sér upp í fjórða. Jón B komin upp í 5. Rosalega er þetta flott start hjá. Já, herru, ég glemdi að setja replay-markið inn. Já, það var svo sem ekkert, eða þú veist, auðvitað náttúrulega voru hérna hræringar í stigatöflunni, eða sætatöflunni. Já. En voru svo sem engin atvik það. Nei, ekkert svona, ekkert alvarlegt. Það er Hilli fór hana út af í S-unum, en það er náttúrulega þeir það er nefnilega þjappast rosalega saman hópurinn þar í gegn og kannski ekkert endilega allt of mikið pláss þar. Já, það var alveg óþægilegt þegar menn eru búin að vera að keyra æfingar og svona og bara taka tímatökur. Svo allt í einu ertu komin í reis, þá ertu bara komin gír ofar 10 km hraðar og þarftu að fara að slá af, sko. Já. Það er battulega milli Jónasar og hérna, Örn Erlings 10. sætið. Þeir eru aðeins að switcha rúast hver að vera að fara í pit. Einhver sé að henda... Dimmi fór í pit. Hann er á medium. Já, hann sé að henda medium-dækjunum og ætla að klára þetta soft. Heldur hann að hann komist 37 hringi á Hann spurning hvort hann ætla að taka two-stop þá. Já, hann er Hugo klárari og Jón B hérna í hörkufætt. Þeir eru hlifil hérna í gegnum messin. klárari en ég í þessum leik ætlaði að segja. Og Hugo er að Hugo nær fram úr hún. Nær Jón að koma tilbaka. Og er Jón alltaf með draftið. Hugo svo sem hann líka. Já, Þeir eru það klára- er BRS-lest eða svo mætti kalla. Já. Nú er Jón B alveg óður hérna fyrir aftan á. Alveg æstur í að halda í við og byrja við svona stíð sem er baróttu. Og Hugo stingur sér inn á Berg. Berg. Fyrst svolítið vítt. Minn maður. Afsaki, ég tæki smá svona liðsfélaga orðið hérna. Hann fór hægt í gegnum síðasta sér keinið. Hann er með innilínuna í síðustu beygju. Þarna. Hann átti ekki vona að Jón B myndi koma og loka hana. Það skellum við í fyrsta ríflegi. Þetta var aðeins of. Jæja, erum við þoss. Það er að gerast. Jón B komin hérna upp að hliðina á Hugo. Er með innilínuna. Og lætur að stikka. Hugo kemur undir. Svitsar úið maður. Það fara það í hlifið hlið hérna í gegnum S-in. Það er alltaf mikið að gerast. Ég veit ekki hvað ég á að setja hana markir. Þú voru bara, við vorum að tala 15 sekundar markir, þú voru bara að taka 5 sekundar markirinn og vera bara á replay. Já, svo nefnilega vill maður ekkert fara í replayið þegar þetta. Nei, Jónas að stinga sig inn og Örn hérna í fyrstu hröðu. Já, Seinni afleiðandi fyrir ekki, seinni hröðu. Já. Hann lætur að stikka í bilið, þeir eru búin að vera að skiptast aðeins að sæti með það. Já. Það komur í 9. og 10. því að Dimmi fór í pit, en Dimmi er ekki langt á eftir enn. Jón B náði mitt fram úr honum hérna Hugo og hugsa að Hugo hafi eitthvað aðeins fipast af því að Jón B fekk smá forskot á hann. Hugo var í smá fæti við Hilla en hann er búinn að slíta sig aðeins frá hann núna. Þannig að núna er þetta barátta 5., 7. og 7. Já, en ekki langt undan. Ég hef ekki tekið keppni á eyrunum á Hugo, en ég hef heyrt að sé góð skemmtun. Já, hérna erum við með sko
Sko núna Jónas og Örn bara konur í skottið á Bergi. Og sjáum við þetta aftur hjá Hugo og Hilla. Það er ekki hvað að taka í þá. Svona, já. Jónas konur gera sér líklega niður á Hilla, 5. seti. Það þarf að ná góðu slippi hérna upp brekkuna. Það skjóta sér innan verðu. Hill aðeins ekki að loka en hann er svona að gera sér víðan. Þetta er náttúrulega draumur fyrir Hugo, að þeir séu að slást. Hugo er hérna komin í 09, 08. Já, Jón B. kominn nánast í afturstöðunni hjá Eiríki. Já, komin sekundu frá Hugo. Hugo er svo sem ekkert að hleypa nú frá sér neitt. Þetta er bara svipað bíl og var þegar að Jón B. náði fram úr honum. En svo er verst að tala um það, það gleymist náttúrulega þegar að menn eru fremstir og ná fórskoti að Tobbi Tobson er komið með 3,5 sekundu á Eirík. Þannig að hann er bara þægilegur í fyrsta sætinu eins og er. Þetta er náttúrulega má lítið gerast þess að tapa niður svona fórskoti, en gott að vera komið með þetta eftir aðeins 4 hringi. Já, það er mjög gott. Jón B. að reyna að stinga sér á Eirík. Já, svo er nú spurningin, hvaða dekkjum eru menn á? Tobbi byrjar á soft, Eiríkur Ingi er á medium og Jón B. er á medium. Hugo byrjar á soft, Hilli er á medium, Jónatan er á soft, Stein er á medium, Örn er á soft, Jónas á soft, Bergur er á medium og Dimmi er á soft. Hann ætla að byrja á medium og hendi þeim strax. Já. Ég átti ekki vona að svona margir myndi byrja á medium. Nei, ekki heldur. Þetta er bara annarkvæm maður hérna á medium. En það eru þau svo sem ekkert slæmi reistek. Ef þú nær að hanga í draftun á næsta manni og þú veist að hann er á soft, þá ertu tæknilega séð í betri málum þegar þess að hann er á keppnina. Bergur var að hendur íplay í að fara Berg. Já. Tók hérna alveg tífa á Örn Erlings. Sýndist mér, rétt kom í lokin á þessu. Já, 9. og 10. seti, hann var í ennþá. Já, þannig tekur dífu hann á. Eins og við sendum inn á spjallið fyrir keppni að þá var hérna að þá getið kært í 24 tíma. Þannig að eftir 24 tíma þá rennur kæruhásturinn út, bara skella vídeói til okkar og hérna skellum við vídeo eða törn eða hvað þetta gerist og við kíkjum á það. Við vonum náttúrulega innilega að vera ekki mikið um það en hver veit. Ef svo verður þá tökum við á því. Já. Bergur er að gera líklega á Eirík. Bergur líka hérna. Sko þetta er smá tricks svona lýsendadóti sko upp á að ég vil náttúrulega helst ekki vera að fylgjast með sama og þú upp á að og vita hvað er að gerast alls staðar á brauðinni. Og svo er þetta spennandi keppni þannig að maður reyna að flakka með því sjá sem næst. Ég er komin hérna á Eirík. Hilli er nú dottir hérna aftur fyrir Jónatan, hvað ætli hafa gerst þar? Dimmi er kominn 1.6 á eftir næst aftasta manni. Já, hann komið sér aftur. Já, það er ekkert að verið. Upp á allan mennum. Það er nú bara að staða. Ekki hrætt henni gegnum S-ið. Og hleypir Jóni ekkert frá sér, bilið helst hann bara í, já hann er nú búinn að lokka í helviti vel núna. Dottirinn er 5, 4. Það gerir allir á beinakaflanum. 3, 2, 1. Jón B. lokar inn í línunni. Hugo tekur ytavörðina. Hyrra á gjöfina heyrðist mér. Já, sýnist það líka. Hann er náttúrulega á softakjönum, hann Hugo. Þannig að nú er þetta, tekur Jón þetta tilbaka.
Hann hugsaði Þú það. ert að tala sko baráttu þriðja sæti og það baráttu annað sæti og baráttu fjórða sæti og það Jón líka. Þannig að þegar þú sagðir þetta, þá var ég viss hvort barðan varst að tala sko. Dimmi komin hérna bara alveg í draftið af Erni í 10. Já, það var gaman að sjá Dimma vinna sig upp. Þeir eru báður á softækjum. Og svo það nú alveg þannig að menn eru mismikið æfðir, þar sem þetta ánáttúrulega eins og þú segir, þetta for fun til skemmtunar og að vissulega vilji menn alltaf alveg saman hvort þeir æfi mikið að líta og vilja alltaf standa sig sem allra best. Alvarleikastigið í þessari mótaröð á móti GTS Æsland og sem sagt vetrar- og vortímabilinu. Það alveg töluvert minna alvarleikastigið í þessu heldur en í hinu. Þetta var bara svona til þess að hafa eitthvað gaman yfir sumarið, eitthvað fyrir stafni og menn geti nú haldið sér í æfingu yfir sumarið. Það eru tegur flott þröngvar Dimma aðeins utalega en Dimmi heldur þessu nú. Toppið með fastið slapp 33.8. Hugo örugglega að fara að reyna á Jón B. í fyrstu beygju. Nær honum ekki þarna, Jón B. heldur þessu. Hérna erum við að sjá draft slipstreamið vera að virka í Vík. Það gefur mönnum svo mikið af framúraksturs-tækifærum. Sem er alltaf bara auðvitað það sem við viljum sjá. Já. Þeir að gera þetta með drengina. Já, það er fróðlegt í gegnum S-ið. Já. Jónatan situr hana og býður bara eftir tækifæri. Seint. Eðlilega. Og Hilli komin hana 3 wide. Já. Vá. Þetta náttúrulega hættulega við út af því að það allir þeir fá svo mikið sens upp á draftið að gera sko. Já, svo leiður komin í baráttu þá ertu náttúrulega Nei, Hugo. Já, ok, hélt þessu merkilega vel. Það var aðeins svo stutt hjá mér, þannig að tók ég 5 sekundina sko. Já. Timmi búinn að 6 sekúndur hérna á Berg í 9. Jónas hérna sekundu eftir Steinar Sveins í 7. Hugo á nú eftir að koma sér aftur í hérna pakka. Þeir eru 2 pakkar. Já, ég meina Hugo ekki dottir núna sem pakka, hann bara, hann örugglega strax á fyrsta sektor sko. Nú er Jón B. og Hilli farnir að berjast. En Jón B. með því líka endurkomið maður. 9. hann hafi byrjað 9. sko. En sáðu hvað Toppson er að græða þessu, hann er komin 7 sekundur með hann. Þú veist, ekki það, auðvitað hann að keyra vel sko, en hvað hann græðir á því að menn eru bara í bardaga fyrir aftan hann sko. Jón B. byrjaði 9. Dimmi byrjaði 5. sem við erum búin að tala mikið hann. Svona pitstoppin hans. Já. Hilli að reyna að stinga svo inn og vera náðan í S-in. Svona drengilega hann í gegn. Og við erum náttúrulega með Jón Anton bara lurking. Það var í íslensku. Þannig að Hugo strax komin inn í 5 bíla pakka sem er þarna að berjast annarsæti. Steini með Jónas alveg. Nei! Hvað gerist þarna? Þetta var Eiríkur. Þetta er Eiríkur. Hann missir núna Steina, Jónas. Það kemur alveg á garginu. Hann bara missir hann. Bita á þessu sæti. Aðeins upp á kantinn. Hættulegur kantur. Þetta er hættulegur kantur nefnilega. Er eitthvað komið fyrir hjá Dimma og Bergi? Var ég ekki að tala um á hann að Dimmi hefði farið fram úr? Jú, hann var komið fram úr Erni.
Það er vissulega rétt. Hann 3,5 sekúndu eftir Arni, já. Og með Berg alveg brjálaðan í skottinu. Já, spurning hvort það er eitthvað gerst þarna milli þeirra. En það er of seint að pæla í því upp á replayið að gera. Já. Þannig að hérna, þeir eru ennþá að berjast þarna, annað, þriðja og fjóra. Svo þessi tekið fram, ég er að reyna að fylgjast með afturpakkanum og Jón er að reyna að fylgjast með fyrirpakkanum. Já, við náttúrulega reynum alltaf að vera á baráttunni sem efst. Já. Og eins og venjan er að ef það er eitthvað sem er fremstur og stingur af, þá fær hann bara því miður með lítinn útsendingatíma. Getur sett á hann á beinakaflarinn núna, bara svo til þess að sína með þess. Ekki það, þá varst að missa Hill að fara fram á Jón B. inn í síðustu veginn. Já, Jón B. tekur inn í lífun og sátt. Nei. En Hilli lætur þetta stikka. Já, og Jón B. fyrir pitt. Á miðjudækjunum, á 10. hring. Þannig að hann ætlar að reyna að fara, ætlar sé að fara að reyna að taka 28 hringi. Þetta er nefnilega ekki spurning um hvenær dekkin klárast, þetta er spurning um hvenær bensíni klárast. Já. Hann þarf þá að passa sig á skiptingunum. Já, en það sem er annað í þessu líka, að refueling er alveg í maxi 20 lítrar á sekundu, þannig að þú ert enga stund að taka bensín. Nei. En þetta er kannski frekar spurning um hversu mikið fleiri hringið þú nærð á soft. Hugsa að þetta séu svona 24 hringir ef þú ert ekkert að shortshifta, en ef þú shortshiftar aðeins þá getur þú mögulega náð upp í 28 hringi. 26, 7, 8. Mér sýnist hann vera að reyna að passa sig allan að vera ekki með hann í gargandi útstæði. Svona smá. Hann kemur allan út í 10. Beint á eftir dimma. Já. Þeir eru náttúrulega liðsfélagar í lavasjó. Já, þeir voru ekki að fyrir að vera liðsfélagar hér með útliti á bílunum þeirra. Nei, við svo sem gáum það út að það er svo sem engin svona liðakeppni þannig, menn geta bara sér saman og gert undir lífur og svo liðs. Það væri nú samt gaman að sjá menn setja Lofís og Yamaha á bíluna eins og þar. Við kannski klikkuðum á og nefna það. Það er bara sem reglum, en við erum bara disqualified eða ekki með það. Ég sé einn bíl á braut sem er með það, þannig að nei. Já, þannig að Hugo er sigurveri. Þetta er bara búið. Nei, við ætlum ekki að fara búið til reglunum miðri keppni. En Dimmi og Jón B. eru núna að berjast við Örn 8. sæti. Þeir báðir búnir að pitta einu sinni. Dimmi og Jón B. sem sagt. Já. Dimmi er að stinga svo inn á verðið inn í fyrstu beygju. Jón B. þar á eftir. Nærði næstum því. Svo náttúrulega ef að... Haldaði Jóni fyrir aftur sig. Ég gruna sterklega að Dimmi eigi eftir að taka 1 stopp í viðbót. Það er spurning hvort að Jóni eigi eftir að taka 1 stopp í viðbót. Já. Hann verður að passa bensínu ef hann ætlar að ná að klára á þessum dekkjum. Sko, Dimmi verður að taka annað pitstopp. Já. Svo er það bara spurning hvort að Jón B. neyðist til þess eða ekki. Já. Og hann verður líka átt að segja á því þá fljótt, bara miðbila á þessu stinti. Svo er nú fróðlegt að sjá hvar Hilli kemur út á móti. Hilli er ennþá úti á miðjumdekkjunum. Já. Gæti nú alveg búist við að sjá hann fara á nokkru hringi viðbót á miðjumdekkjunum. Já, spurning hvort hann skellir sér inn á 14. hring og ætla að taka þá 24 á soft. Nú vorum við ekki með við svona ef þetta væri one-stopper, hann væri þetta einhvers staðar 10-18, eftir hvernig menn fara með bensín. Já. Svo gefum við allt sem þú ert búin að læra á hefingum. Já. Ég setti smá bíl á þetta. Jónatan komið fram úr Hill aftur og
Hilli að taka innanverðina, þá er Hugo náttúrulega bara kominn. Hlakkar í Hugo núna. Já, eðlilega. En þarna erum við með Jón Anton á soft. Hann er búinn að eyða svolítið hægra framdekkinu sinu. Hugo ennþá meira hægra framdekkinu á soft og Hilli á milli á middum. Hilli náttúrulega mjög góð mál með að vera að halda sér í þessari baráttu á millidekkjunum. Já. Það eru baráttur alls þar á braut. Já, þetta er ég er að reyna að vera ekki að fylgjast með baráttunni fremst sko, því að það er svo sturlu barátta í miðjunni og aftast líka sko. Já, ég er svona aðeins að hoppa niður. En aftur hefur eitthvað gerst hjá Dimma, því að hann hefur fallið úr baráttunni, hann er komin niður í 10. Sjáum hann að 9. hringi á honum, hann er 1.40 og svo 12. hringur 1.39. Já. Það er einhver einbeigja að stríða honum, það er alveg klassískt, það er einhver batti sem hann fer á sem að stríður honum. Já. Hilli kemur út í pit í 8. komin yfir á softdekkin. Já, Eiríkur Ingi í 10. Hann kemur líka yfir á softdekkin. Það er Hugo í 3. og 14. hring, hann er nú 10 hringir í viðbót á þessum dekkjum. Veit ekki hvort að ég myndi skella mér í það. Það var nú aðeins búið að minnka baráttunni hérna fremst. En já, það fóru menn í pit. Já, Jón B. náði nú undirköttinu á Hilla. Hann náði að tróða Erni á milli sín og Hilla. Sem er náttúrulega vera draumur í dós fyrir Jón. Heldur betur. Örn komin inn alveg í rassinn á Jón B. Fyrir ekki að stuðar hann. Nei, ekki alveg. Það er að 0.7 björn á milli þeirra. Hilli kemur þetta hratt að Erni, er að reyna að stinga sér innanverðinni í síðustu beygju. Örn lokar á það. Það er bara drag race. En Hilli á að vera exit. Hvernig verður þetta hjá okkur á morgun? Guð minn góður. Þetta Nei, bara að kvíða, sko. Já, þetta lofar skemmtilegu reysi, það er það sem þetta snýst Heldur betur. Mitt motto er if you're not first, you're just having fun. Já. Nú er Hilli mjög nálægt honum Erni. Það er hann að stinga sér inn á jasinn. Já. Gerir það, Dimmi það fast á eftir. Og Jón B. Já, við mistum alveg því. Já, Dimmi náttúrulega klúraði. Þá kemur Tobbi inn úr fyrsta sætinu. Með 40% eftir á tanknum. Það er 39%. Kemur út á mediumdekkjum. Ég er á 4 bíla baráttu hérna frá 7. niður í 9. Hvernig er eitthvað að gerast þarna framar? Ég er auðvitað að fylgjast með henni. Má ég sjá Steini hérna með auðabraut, Jónas með auðabraut, Hugo með auðabraut og Tobbi fremstur varst ekki að segja hann var komin í pit. Hver er á pita? Fyrir ekki? Já, hann var á pita. Var að koma með fríkt pitstop á strákana. Hann hefur gert mistök.
Já, hann alltaf fór í pitt, toppi. Já, hann er í fremsta sæti, hann er með innan við halvan tanka bensíni. Ó. Já, í mistök segi ég, menn hann er bara með sitt stratt. Já. Hann er taka tústoppir. Hann er á medium með 1/3 tank. Með Jón Anton á slitnu hægra fram softþekki. Það er sekundu fyrir átta sig. Svo var nú magnað að sjá hvað tímandir hríðfélluðu þegar það fór að léttast bílum þess. Já, en svo er eins og að sjá tímana hjá Toppa Topson, hringur hérna 10, 11, 12, 13, 14, þetta er allt 1:33, 5 upp í 9. Ég var nú að rósa áhörundum okkar hérna, við erum með 21 hérna að horfa. Já, við erum nú ekki með nema 8 like á streinu samt. Nú, já, þá tek ég hrósið tilbaka. Þegar 9 núna. Ég er með streimið hérna fyrir frá mig, ég var að setja like á það. Já, herru, það er kannski rétt. 10 núna. Svo eins og Addi er að benda á, slipstreamið getur hægt rosalega á manni ef maður er í baráttu. Já. Slipstreamið gerir þig hraðari en á sama tíma hægari. Já, af því að þú ert alltaf svo mikið að reyna að komast, reyna að stinga þér inn á og þá ert að meiða hinn í varnarlínu, þá verður þið báðir hægari. Þú varst ekki að byrja að spila ná leik í germaðar. Toppi er búinn að græða hálfa sekundu á sama stað og hringsetna á Jón Anton. Já, hann hefur komið bara rétt fyrir framann Jón Anton út. Já, það voru 1,5 sekundu og svo var sekundu og 1,5 núna. Og Jón Anton er á hvað? Hann er á soft, slitnum soft, hálfslitnum softdekkjum. Hilli að gera sér líklegan á Jón B. hinn í fyrstu beygju. Þú sér þessu þarna, núna eru þeir báðir að fara hægar í gegnum fyrstu beygju. Já. Út af baráttunni. Ná mögulega að nýta slíktið af dimma fyrir fram á sig, því að það er dimma fyrir fram á sig, því að það er rosalega breitt og langt. Eins og ýmsar vörur sem eru seldar inn á Lovísa.is. Svo að bilið er að aukast í dimma. Þetta er nefnilega líka eitt í þessu. Ef þú ert til dæmis ef núna eins og Hilli, ég veit að skilja hann að vera að reyna að taka fram úr Jón B. og vilja fara að sækja á dimma. En svo gætur líka grætt á því að vera ekki að pressa manninn fyrir fram að þig og ná þá saman í manninn fyrir framan hann. Já, ákvæmt. Ég ætla bara hreinlega að taka bömpdráttið og bara bömpa hann upp beinagaflann og... Nei, ég ætla nú ekki að fara að mæla með því, sko, en menn kannski skildi hvað ég ætti við. Akkurat. Það má segja að bömpdrátt sé á svona gráu svæði en það er mjög... Það er alveg hægt að nýta það í keppnum, sko, ef menn vilja reyna að vinna saman, sko. Það tala ekki það, en það er svona... Eins og í alvöru mastercard-reysunum, þú veist, þú mátt bömpa en þú mátt ekki raðbömpa eða hvað þetta kallast. Já, bara passa einmitt að gera það ekki rétt fyrir beygju og bara vera skynsamur með það. Já. Þú vilt ekki bömpdrátta mann rétt fyrir beygju þegar hann er að fara að bremsa. Ég veit allavega nokkra sem myndi kæra þig fyrir það. Já. Það er eitt þeirra kannski hérna í útsendingunum með mér það. Það er möguleika þig. Hefur við talað um því síðan eitthvað kæruglaðir? Já, ég heyrði eitthvað út undan mér. Ég fekk nú reyndar lítið að heyra af því á lokahóðinu. Ég átti að vona að ég tekinn fyrir. Já, en það eins og við segjum, allt er að vera með
alvegleikan á brautinni, en þegar það er konur á brautinni, þá er allir vinnir. Já. Svo nú gera Jónbi og Hilli báðir mistök í gegnum messin og gera berjast dimmi græður á því. Er það eina baráttan sem er í brautinni alvöru baráttan eins og er það ekki? Jú, það er svona allavega svolítið bíli hérna á milli manna niður í dimma. Þar er svona minnsta bílið niður í Jón, svona af efstu 7. Hilli þar á eftir. Hugo kemur inn. Já, Hugo í 3. Ánægður með það. Serðu hægra framdekki hans. Já. Eins og ég segi, honum finnst gúmmíið gott. Svo er maður að passa sig sko þegar maður er í fjúli því að maður vill ekki taka ómikið bensín en maður er að fatta að ná að stemma sekt til þess að taka samt nóg bensín. Já, þetta er náttúrulega alveg öfugt við það sem við erum vanir í hérna vetrar- og vortímabilinu, get ég að segja, og þar eru 3 litrar á sekundu. Manni finnst það að vera heil eilíf þegar maður situr í pittunum að setja bensín á. Svo heyrir maður sérstaklega þegar helvitis bensín þýtur framhjá. Já. Og maður bara, út með þig. Ekki það ég leit oft í að vera með bens fyrir aftan mig, það var ekki nefn að segja að hringa mig. Þetta er nú tiltölulega stuttur pittur hérna. Já, hann er stuttur og náttúrulega eins og segir, menn eru fljótur að taka bensín. Já. Sá að Hugo er að keyra mjög flott, hann er að koma út í 5. sæti. Já. En ég vona að það sé ekki margir keppendur að hlusta á hérna útsendinguna, en Hugo hefur ekki verið að elska metjundækjum, það voru það þannig. Já. Ég held samt að hann sé búinn að finna hraðan á þeim. Hann sé búinn að samþykja þeim. Smá rætti hérna milli Dimma og Hugo. Dimmi gefur þetta eftir. Það röpping er náttúrulega bara svona, þú veist, það er alltaf læg svo lengi sem það fer ekki yfir strikið. Maður er ekki að ýta manni út Þú ert ekki að ýta í menn. Já. Sérstaklega ekki að þú ert að ýta í afturstuðar en þeirra í beygju. Akkurat. Það uppsettar rosalega bílana og náttúrulega bara er helsta triksi hjá lögreglum í öllum heiminum að keyra í afturhornir á bílum til þess að snúa þeim. Akkurat. Þannig að það litir mjög illa á slíkan akstur. Þannig að eðlilega í svona þá geta menn aðeins nuttast. Aðeins nuttast í beigjum. Herri, er ekki komin tíma að hrósa Tópa Tópsson aftur? Já. Ég er fyrstur og er búinn að leiða, hann er með 2,5 aftan í Jón Anton sem á eftir að pitta. Já, þetta byrjar vel hjá honum. Dimmi fer hann aðeins út af í baráttunni Hugo. Lokar á utanverðina inn í S-ið. Er ekki vel í gegnum S-ið. Nei, Hugo fer samt hins vegar mjög vel. Góð viðbröð hjá Hugo maður. Þetta þurfa að taka í lyfjapróf eftir reis. Hugo náttúrulega var efstur af þeim sem hann náði í gegnum tímanduguna sem var í bílóbíinu. Já, hann fyrst til að vera síðastur. Já, hann var fyrstur til að vera síðastur. Sjáum hérna Hilli innan á Jón B. Ertu ekki á þessari baráttu, 4. til 87. Jú. En ég var hérna á Hugo. Þetta sé alltaf að vera á aftari bílunum sko. Það eru 4 þarna í napp. Þeir eru rúlega með niður listum sko. Þetta er rólegt hérna hjá fyrstu 3. Hugo og félagar svo sem að sækja að steina þeim með skaftastæki. En eins og við höfum svo sem komið aður erum fljótir að tapa tíma út af baráttu. Sjáum við fara með það á Jóni. Dimmi búinn að ná sig yngri línuna fyrir S-ið, bremsa snemma. Það er ekki að fara í baráttu hann í gegn og báða að tapa tíma.
það komu ekki nógu mörg læk á streymið þrátt fyrir að við komum til mót, þannig að við reynum aftur. Það vantar nokkur læk. Ég sé að lækkaði í áhorfendafjöldanum, við erum komin niður í 17. En það eru bara 11 læk samt. Timmi, Hugo í svaka baráttu, Jónbi komin í skottið á dimma. Þetta orðið alveg 3 bíla lest hérna. Hilli aðeins komin eftir þeim en þó ekki burtu frá þeim. Ég hef áhyggjur af Jóa, ekki heyrt hjá mér svona stund. Já, ég er að prófa hérna önnur view. Já, ok. Skellti mér inn í bílinn og ég er búinn að vera hérna í backwards. Backmyndavelna á honum Hugo og Dimma og Jóni og... Já, það er einmitt líka að vera í bara first person view hjá til dæmis Jóni í þessari baráttu. Já, þá voru ég að horfa hérna beint framan á bílinn á Dimma. Smá röfling hana. Það Dimmi að láta þetta stikka í gegnum þessi núna. Já, Jónbi reynir að skýsa sig með líka. Þetta er erfitt fyrir báða ökumenn. Fórum að reyna að ýta hinum út. Hugo fyrir innri inn. Hann passa sig að gefa Dimma þetta. Missi það að leiðandi, Jónbi fram úr sér líka. Hilli reynir að innuna. Já, nú heyrðist rosalega látt yfir. Það verða einhverju fegnir. Já. Hilli böppar aðeins aftan á Hugo sem að tekur að mér sýndist óhefðbundna leið inn í fyrstu beygju. Já, við erum alltaf með replayið hérna. Replay! Það fór ekki nógu langt. Bergur í pit. Og Bergur í pit. Með skemmta framann, eitthvað hefur gerst hjá honum þar. Bergur er inn í pit og... Verst að taka það fram að við erum með damageið á, hvað heitir það? Light. Light damage. Það gerist að bíllinn verður ekki... Vá maður! Skemmtin hefur áhrif á bílinn í skammastund. Smá rafling hérna hjá Hugo og Hilla. Koma út úr mér. Gæti trú að Hugo sé ósáttur núna að vera dottinn niður. Og með missa 3 fram úr sig núna á 2 hringjum. Já, það er... Það er að halda haus. Já, þetta er svo mikið stökk á milli. Það þarf að passa sig, Jónas er að koma hérna alveg askvaðandi á eftir honum. Toppi kemur í pit og kemur út á soft. Jónatan fór í pit líka. Gerir fastlega ráð fyrir að þeir komið báður út á soft. Steini líka. Toppi gerir mín mistök eins og ég hélt fram á þess afsökunar innilega. Nú er Jón B. nú búinn að ná liðsfélaga sínum aftur og Dimma. Dimmi komin upp í annað sætið. En mögulega... Ég er ekki vissum að hann nái bensínu alla leið. Nei, hann er með hálfan tank. Það eru... Dimmi, hann er ekki með hálfan tank. Nei, þetta er Jón B. fyrir ekki. Já. Já, hann nær þessu ekki alla leið. Nei. En vel gert samt sem áður. Hvað er pitturinn langur heldurðu? Ég er svo sem ekki mælt það var ekki talað 11 já, pittur með dekkjum sé 11-12 sekundur.
Þannig að ef að Bæti kannski Dimmi tveim. myndi pitta þannig að hann að detta niður í 7-8. Eins og staðan akkurat núna. Það er nú vel gert hjá Bergi að hingra inn í pit þrátt fyrir að vera augljóslega hættur. Kemur Eiríkur inn í pit, hálfur á bensinni. Nú Jón B. hérna að gera allir að dimma. Já, Jón að hlusta á dreymið, hann bankdraftaði dimma. Það hins vegar kemur ekki óvart að það væri með streymið í gangi. Nei, hann er dulur að svara, kannski ekki í kapastinum en fyrir hann og eftir tímatökum og svona. Já. Skellir hann sig að taka þátt í samræðinni í samfélaginu. Akkurat. Já, í Hugo að spinna. Stakka replay í 5. seti. Missir Jean Antoine og Jónas Bonda fram úr sér. Kemur nú næstu í rétta átturinn og braut. Já, svo ertu með baráttu núna Hugo Steini Sveins og Jón Anton Jónas. Það er hérna Hugo og Steina. Hugo er með innri línuna. Sýnist Dimmi og Jón B ekki vera að slást. Eins og þú segir, það gæti verið að Jón B sé að nýta sér upplýsingar sem hann heyrir okkur talum. Og varðandi bensín og dekk. Situr núna í rigginu heima yfir sem skellilegandi. Jean Anton 0-2 á eftir Bondanum. Gefur honum mjög mikið pláss í gegnum S-in. Jónas fer ekki vel í gegnum þau og klikkar spinnar þó ekki. Nei, við bara staðið þarna. Já. En það er nóg. Það er kannski verst að skoða dekkin sem menn eru á núna. Það er alltaf toppir á soft. Dimmi er ennþá á sínum soft og alveg að vera bensinlaus. Hann kemur inn bara á þessum eða næsta ring. Það er ekki ská. Kannski 2 hringi inni. Og Johnny B hérna bara ennþá bara 0-2-3 fyrir aftan á hann. Jón B hérna á soft. Jón B gæti nú látið þetta duga til enda. Hugsa ég. En hann þarf að passa sig, þetta verður tæft hjá honum held ég. Milli er þar sekundu eftir á soft. Hann er nú alveg til enda á þessu held ég. Tæft og ekki tæft, nei, hann á nú alveg endast 10 hringi, er enda tæplega hálfur. Jú, eins og segir, hann þarf alltaf hann að Já, hugsa nú þá. Nefnum að að taka smá svona út við vitum hann að hlusta, segja að hann verði að passa að skipta alltaf í hálfum og svona byrja alltaf að skipta í hálfum. Nei, hann á no bensín, það er bara allt í botn. Já, ég myndi vera í bara bullandi yfirstöring, hann var aldrei að hafa ágræði. Já. MDF segir bara bull. Best að keyra með fuel-map í 6. Á þessum bílum, eða bara allan daginn. Það er bara ástæðan fyrir að Tobbi Thompson er í fyrsta sæti, hann er bara pottet með fuel-map í 6. Já. Traction control í 5. Já, ég er búinn að vera með það svona milli 3-4. Þetta var vissulega grín hjá okkur, ekki hlusta á villusin í okkur og vera með fuel-map í 6 og traction control í 5. Ég var að fara yfir dekkin. Jónatan er á soft. Jónas er á medium.
Hugo er á medium. Steini er á soft. Alveg í raskatum á honum Dimma. Nei, Hugo. Örn er á medium. Hugo gæti náð fram úr Dimma. Nei, hann slæra þess af. Þetta hefði verið erfitt. Hann var það líka með Steina Sveins alveg brjálæðinu þessum á sér. Stuðarinn á sér. Þetta erum að vera ekki með eitthvað rassatalja. Dimmi líka á soft. Hann er nú að stinga sig fram fyrir og Dimmi kannski dótti bara til Steina. Þetta gæti allt ræst í það. Nú er Hilli og Jón Björkonur í baráttu aftur. En svo ég hrósi nú Hugo einu sinni en þá má hann allavega vera mjög ánægður með framistöðu sinni í kvöld því að hann er til dæmis milli tveggja mjög hraðra aukumanna núna. Já. Heldur betur. Og allt getur ennþá gerst, það eru tæplega 10 hringir eftir Jón. Já, Jón Þór hérna skellir inn í chatið TC að því er víst turbocharger. Hærri stilling, meiri boost. Já. Þetta er ekki TCS samt. Já, það er þetta svo leys. Turbocharger, Turbochargers. Turbocharger, supercharger. Já, þetta er sem sagt hvað vilt vera með marga turbocharger í gangi, 1, 2, 3, 4 eða 5. Nú erum við í bullinu og við erum þá að missa af baráttubraut. Hilli er að stríða Jón B í öðru og þriðja. Við erum ekkert að missa á þessu, ég er hérna á þeim. Og Dimmi er að ýta Jónasi áfram hérna út af fyrstu veg. Mér langar svo að fíblast aðeins núna sko. Nú? Því að ef þú horfir á Hilla, þá mun hann þurfa að pitta aftur. Hann er byrjað að blikka rauðu bensínljós. Það er að sjá hvort að Jón B hleypa honum fram úr. Djöflast í honum fyrir að vera að hlusta hérna á keppnina. Já, ég finnst nú reyndar ólíklegt að hann sé að hlusta á bullið okkur á meðan hann er að keyra. Já, verð ekki svo veis. Ég meina svona nærði í upplýsingar eins og hann að vissi að Dimmi þyrfti að pita, en hvernig þetta er annars að vita það. En við getum ekki farið að ekki tala um þessa hluti. Við erum að horfa á reysið og segja fólki frá. Já. Dimmi komið fram á Jónasi. Það er Jónas að reyna að taka þetta tilbaka. Hún er búinn að missa Steina Sveins fram úr sér. Gerir ráð fyrir að við séum að fara að heyra eftir hvað þessi mitjöndex er ómöguleg. Steini hérna að elda upp í hann Jónas. Með sliptum við náttúrulega. Þetta sjáum við hvað það virkar vel. Já. Svo er það með alveg stór hættulegt þegar maður er allt á hrattinn í beiguna sko. Já. En maður passa sig ekki. Toppið með leiðið með 14 sekúndum. Jón B með Hilla hálfri sekúndu eftir sér. Sean Antoine 10 sekúndur svo eftir þeim með Dimma að nálgast sig hratt. Steini komið fram á Jónasi líka. Og þá tekum við barátta við Hugo hjá Jónasi. Þeir eru nú báðir á mediumdekkjum. Hérna Eiríkur. Já. Var hann ekki ofar eða?
Nei, hann er nú búinn að vera þarna í einhvern tíma allavega. Hann sá nú ekki hvenær hann datt niður, en það er svolítið síðan. Hann ræsti annar. Já, það er rétt. Þetta var svissast svo rosalega þarna á fyrstu hringjum að ég týndi alveg í hverjir voru upp hratt og hverjir ekki og hverjir klúruðu og... Já, bara verðum að afsaka við Eirík og hann sé örugglega feginn að við höfum mistað því að eitthvað gerst. Hugo er hérna búinn að stinga sig fram úr Jónasi, en Jónas ætlar að svara því inn í S-ið. Spurning hvernig þetta fer fram hjá þessum herramönnum. Sýnist Hugo bara hafa gefið svolítið eftir með það. Svo er náttúrulega það líka, það tekur alveg á að keyra klukkutíma keppni. Já. Margir að gera það núna í fyrsta skipti fyrir utan náttúrulega Nürburgring reyndar sem var síðasta keppni. Já. Sem var vissulega klukkutími. Já. Af mjög krefjandi braut. Já. Hvernig væri nú að við höfum síðustu keppnina 2 tíma? Eða stilla rally-keppnina í 2 tíma, menn eru ánægðir með það. Svo er náttúrulega síðasta keppnin sko formúlubíl á þessari braut nema bara með viðbótinni. Já, það tekur á. Það keyrum við ekki grúp 3 á hinum helmingnum á þessari braut? Nei, það er sem sagt Yamaha plus Miobi, það verður formúlukeppnin sem verður síðasta umferðin. Já, eru ekki að taka keppni á hinum helmingnum á brautinni nema bara fullri braut? Já, það er bara fullri braut. Já, Hugo að skjóta sig fram úr Jónasi í fyrstu vegi. Ég er reyna á þeim mitt. Okay. Þetta er baráttan á Jóni og Hilla. Það er bara eins og áðan, hálf sekúnd á milli þeirra. Svo náttúrulega vissulega næsta keppni. Hún verður alltaf Svo er Dimmi alveg aftan í Jón Antoni. Juan Antoine. Þannig að það gæti orðið einhverja sviftingar hérna á síðustu hringjum hjá okkur. Já, þetta er nú ekki búið. Og ný! Það er eins og að búið að vera nóg að vera þessa 33 hringi sem þeir eru að klára hérna núna. Já. Við erum allavega búin að hafa nóg af blaðurum. Já, heldur betur. Þó að það hafi nú verið einhver vitleysa þarna inn á milli en... Ég segja að það sé nú bara uppskriftin að góðu kapsturstreymi. Já. Nú, heldur betur. Heyri það nú í mörgu. Það er alltaf eitthvað smá léttleiki. Þetta er ekki óalvarlegt. Nei. Það væri nú bara hundsveilegt ef alvarleikin væri meiri, sko. Það væri bara hundfúllina og bara hórandi á þetta. Jónas ætlar ekki að missa Hugo í burtu frá sér. Hann ætlar að berjast þetta 7. sæti eðlilega. Steini er svo þarna mitt á milli í þessari baráttu, 3-4 sekúndur bæði fram og aftur. Dimmi komið fram úr Jón Antoni. Það eru replayið það. Já. Hérna í þessu. Það skiptir nefnilega einmitt yfir á Steina þegar að fór fram úr. Þú getur alltaf hendur replayið og sérst svo milli í replayinu. Já, ég er komin, ég náðu sér replayið. Ég er ánægður með þau. Ég er svo sem ekki búinn að horfa á endursýningu á streyminu og náttúrulega streymið er langt á eftir á ef ég er að horfa á live. Já. En ég er ánægður með þau. Mér heyrist þessi replay function hafa bara virkað mjög vel hjá þess. Já, það er búin að vera einhver replay sem að hefnuðust og einhver ekki. En hérna... Það er bara eins og racing. Það eru sumar yfirtökur sem virka, aðrar ekki. Þetta kemur allt með tímanum. Svo er náttúrulega replay kóngurinn hérna, hann Jón B. Svo sá náttúrulega útsendingarnar í úrvalsdeildinni núna á liðnu tímabili og gerði það með þvílíkum stæl. Já, heldur betur. Ég ætla rétt að vona að hann taki að sér útsendingar á næsta vetrartímabili og vortímabili og bara öll árin þar á eftir. Þetta verður bara hans jobb þangað til að hann er bara kominn á elliheimili og getur ekki talað. Og meiri sagði erum við búin að dobla nýja taka A-deildina og hann reyndar kemst sennilega ekki á morgun.
Hann ætlar að taka einhverja keppnir að heyra. Já. Þannig að ef það er einhverjir þarna sem myndu sjá sig fært að kannski að lýsa aðdeildina á morgun, þá megi endilega henda okkur línu og hérna. Þetta er sem búin að fá einmitt hann Jón Anton. Já. Hresskaur. Hugo er búinn að ná hann að slíta Jónas aðeins frá sér. Og já, er að nálgast Steina þó að sé náttúrulega ennþá rúmar 3 sekúndur. Það er alltaf annað, við hefum svo sem ekkert skoðað Livery. Hérna er þetta gullfallega Bísik-Livery. Þetta fórstu fyrst í það, ekki fyrir. Já, ég var nú bara á Hugo þegar ég fór að Herðu, farðu á Hilla og Jóbi. Sáum við Hilla vera að taka sinn hraðasta hring á hugslitnu hægra framdegi. Já, Toppi kom með fastast lapp 32.8. Jesus! Menn þurfum augljóslega að hafa sig við að halda í við hann í vetur, nei í sumar. Það er eina inn á verðina. Það er nú að segja að þetta Livery hjá Jón B er virkilega flott. Og ég sé nú ekki McLaren maður, en það er eitthvað við þetta Livery sem hefur heillað mig. Rauðhvíta Marlboro Livery situr fast í þér, þar sem þú fylgdist með Formúlu og Ferrari frá unga aldri. Já, en ég hef náttúrulega alltaf Ferrari maður, sko. Það væri fallara ef þetta væri Marlboro og Ferrari Livery, sko. Já, það er eiginlega ólulegt að fara að setja Ferrari Livery á hérna. Hvað er Hilli að senda hennar spjallið í miðju reysi? Áttu ekki að vera að vinna í því að ná öðrursætið? Tapa tíma á þessu. Æja, það er eiginlega myndi ég sé ólulegt að setja Ferrari Livery á Red Bull bíl, sko. Af vísu. En í vikuna var hún reyndar að ég gerði það, held ég. Það var að byrja að æfa. En það má nú líka taka fram að hérna, heyrðu, hvað erum við að tala um að Hugo sé einu sem er Lovísu á braut? Sérðu bílinn hjá Hilla? Já, hann er með Lovísu og Yamaha bak og fyrir. Kann það kraftið í Livery? Jó, ég sé hann, Lóvis á frástöðunum og Yamaha á afturstöðunum og frástöðunum. Maður er búinn að vera sveitikinn eins og þú segir að fylgjast með keppninni, að maður er ekki búinn að skoða bílunni hjá strákunum. Já, ég myndi alltaf að fara í að skoða hann næst, sko. Það er spurning hvort Hilli reyna eftir inn á verðuna. Þarna hefði ég sagt að Hilli var aðeins að passa sig. Hann hefði alveg getað reynt að láta stikka, hann hefði getað að fara illa fyrir að báða. Ætli þetta sé síðasti bardaginn okkar bara á braut. Það má láta mig vita að það er eitthvað meira krassandi. Það er náttúrulega að fara að hefja sinn síðasta hring. Búinn að lífa lobbið. Ó. Það hefur ekki gengið eftir óskum hjá honum. Já, það hlýtur eitthvað að koma fyrir, annars hefði hann bara klárað það stutt eftir. Vonum að það allan ekki verið neitt alvarlegt. Já. Vonum að ekkert stýri hafi fengið að fljúa eða pistur svo fjöla. Það er náttúrulega eiga allir sína slæmukeppnir. Já, þessi bíl býður upp á það að maður tekur slæma tíma og ef maður er off þá er þetta erfitt. Já. Eitthvað kemur fyrir. Hilli að reyna inn á Jón B í fyrstu beygju. Nei, tekur utanverðuna. Þetta er last lap battle. Sjá, Jón B er að verjast. Jón B ætlar að taka þetta annað sæti á pódíunum. Nú passar það að fara á toppa yfir línuna. Já, þetta er samt svo mikið bara þetta að ég vill ekki alveg missa af henni. Það getur íblega það. Já. Sjá Hilla, hann hefur látið að stikka núna. Já. Við ætlum þetta vel kyrkt hjá hann báðum. Þangað til að koma hann að smá. Jón B ítar um vítt. Eða grund heitir það víst.
Það ekkert annað í gangi á braut, staðfesta við þig. Brautan toppa nálgast, þannig í síðustu beygju. Já. Hann komin á beinakaflan. Og Hilli hlýtur að reyna eitthvað í síðustu beygju. The final corner. Hilli. Og Jón B. Jón B. ætlar að halda þessu! Þetta var að koma. Já. Ég sparaði þetta fram í síðustu beygju. Jón B. kemur annar, Hilli þriði, Toppi náttúrulega fyrstur. Sorry Toppi, við mistum að því. Dimmi fjórði. Vel gert. Það svakalegur cover í akstur, svona þetta segja. Jónandur 50. Allt búið áfram. Steini sjötti. Hugo kemur í sjönda. Það er bara, það er mjög vel gert. Ég ætla að segja það. Jónas áttundi. Örn Erlings kemur níundi. Jónas byrjaði í 10. Örn Erlings 11. Já, hvar byrjaði Hugo áttur? 7. Sjöndi. Já, hann byrjaði bara það sem hann endaði. Og Jón B. byrjaði 9. Já. 9. upp í annað. Jón B. nefnilega með hraða. Hann kann að reysa. Hann alltaf var í fyrstu deild, hann bara þurfti að hætta. Hann var eitthvað að tala um að hann ætlaði að flytja út og svo var það bara einhver hauga lígi. Seldi ríkið sitt og eitthvað. Hann var að setja upp nýtt rík. Eiríkur segir hérna lobby hrundi hjá mér. Hann skutast jöðl. Það sé ekki YouTube ég sé að blóta. Það mitt sama og strákunum hafa alltaf verið að segja í útsendingunum að þetta er svona eins og þegar bíllinn hjá ökumönnum bílar að leikurinn getur hrunnið eða netið dottið út eða alls svona svoleiðis, það er okkar bílarnir. Já. Þetta var hörku reis. Hún getur rent hérna snöggt yfir lífðri á bílunum. Thompson hann er lúmst flottur hjá honum, hann er svona stealth mode. Svona GTS Æsland á vægnum. Já. En ég var nú til að sjá Lewis og Yamaha á bílunum í næstu keppni. Við hendum Hrósum Hilla fyrir það. Já. Ekki Jóni B. Svo kemur hérna Jón Anton með Jón B. á hróskili fyrir að klára annar. Heldur betur. Herri, svo vill ég fá sem flest atkvæði driver of the day. Já. Og þekkjandi minn mann Jón Þór, þá væntanlega kýs hann toppa það sem að Jón Þór þolir ekki hafa ekki fengið driver of the day, byrjandi fyrstur og klárandi fyrstur allir keppnina. Já. Það er komið atkvæði á Jón B. Já, hann fæði vel á mitt atkvæði líka. YouTube 7. segir pabbi. Það eru nú nokkrir pappar hérna, þannig að það þyrfti nú að skilgreina það aðeins betur. Já, þá er fyrstu umferðið okkur lokið á þessu fyrsta tímabili í sumarmótaröðu, Lewis og Yamaha. Hvernig fannst þetta nú, Greiðar? Mér fannst það frábært. Þetta leið eins og 20 mínútur. Heldur betur. Það var bara, getum við ekki senda bara í annan klukkutíma, hvernig? Þú erum ekki að senda restart á chatið bara og þetta er ógild keppni, þú takkir þetta aftur. Menn verður glæðið með það maður. En ég vil þakka öllum fyrir sem að mættu á braut í kvöld og öllum sem að mættu til þess að fylgjast með okkur og þeim sem eru ekki að hlusta á okkur núna heldur ætla að horfa á þetta replay einhvern tíma seinna. Já. Fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Heldur betur. Þetta var nú meiri þáttaka í þessu heldur en ég svona bjóst við. Það er svona, menn alltaf að taka sumafrí, þess að GTSI deildirnar, þessar official deildir, það er alltaf að taka sumafrí í sumari. Þess að með vetrar og vortímabil. Og vortímabili hjá okkur var að klárast fyrir 3 vikur síðan. Þannig að við ákveðum svona okkur vantaði eitthvað hann á milli að gera. Já, og þólægstu skepnundar einnig. Já, og ekki það, kona mér var nú reyndar ekkert mjög ánægð þegar hún frétta að ég væri að fara að keyra í sumar líka.
ekki eitthvað minni æfingar, já? Jú, þetta svona, það eru 3 vikur á milli keppna, þannig að það er aðeins lengur á milli keppna og alveg náttúrulega ekki alveg á háastígi og svona, þannig að þetta er svona meira upp á gamanið og bara svona þannig að maður hafa hvað að gera líka þegar maður kíkir í stólinn. Og fjölbreyttari keppnir, núna erum við að keppa á Red Bull, næst verðum við að gera 3 og ætlum að taka RAL, svo ætlum við að taka Möstu MX5, svo er ein óákveðin. Já, Mazda MX5 á Daytona. Er búið að ákveða það? Já. Ok, sorry, ég sé ekki fylgjast með, ég hef ekki blökkunni á það. Ég ætti kannski að opna skilabóðum mín oftar, það er búið að þetta bara á hvernig eins og því. Já, þú varst alveg með þetta og þú svaraði því allt saman. Okay. Það er ein óákveðin braut og við erum svona með hugmyndir, þannig að það verður eitthvað skemmtilegt þar og svo endur við þetta á formúlubíl á Yamaha plus Miyobi. En úrslitin úr þessari keppni allavega að Toppi efstur og þannig að nú ætla að raðast stigataflan eftir þessu. Toppi í fyrsta, Jóni B í öðru og Hilli í þriðja og Dimmi þar á eftir í fjórða. Toppi tók hraðasta hring 32.880 sem er bara megatími. Svakalega tími, sko. Heldur betur. Og Dimmi í fjórða, Jón Anton í fimmta, Steini í sjötta, Hugo í sjöunda, Jónas í áttunda, Örn Erlíks í níunda, Bergur í tíunda og Eiríkur Ingi í 11. Já. Og þannig endaði það. Ef við rúllum yfir aðeins YouTube-chatið, þá ertu með hérna spurningu frá Ársæli. Já. Hvað kosta Yamaha hanskar? Það ef þið komið og talið við mig, kaupið þá hjá mér, þá við erum nú svo sem bara 2 Yamaha menn í búðinni, en það er nú ekki erfitt að spotta með hann í búðinni. Þá fáið 20% afslátt af þeim og þau kosta 10 skall, þannig að þetta er 8 skall. Reyndar eitthvað lítið. Já, heldur betur. Þetta er náttúrulega frábæra hanskar, sko. Ég er búin að prófa á nokkra og sumir fikk alltaf svona verkin í lóan eins og það voru þykki þar og svoleiðis og ég er búin að fara í gegnum núna 2 pör. Konan var að segja mér að kaupa mig nýja þegar það voru svo vond lykt af þeim. Ég var að pælja að fá mig nýja, konan reyndi að tala um að það væri svo góð lykt af mínu. Það er svo mikið svona bensínbreylu lykt af mínu, tekjulykt. Akkurat. Og Addi spyr hvort þess að fá að senda út á land. Já, og við bættum sendingakostnaði. Já, við getum sendt með póstulum og allt saman. Ég geti hent á mig bara einhver skilabóðum, bara stærð og ef þið viljið græða ykkur hanska og við bara græjum það. Ég var enda eitthvað lítið til að laga núna en ég er svo sem bara fljótur að fá. Tekur bara 3, 4, 5 daga að fá hluti tíminn í hús. Þannig að þú getur verið farin að keyra með nýja hanska í næstu viku. En hvernig fannst þetta nú ganga, fyrsta umferðin? Mér fannst þetta mjög skemmtilegt reis. Heldur betur. Eitthvað sem að mannst þetta og að kíkja á eitthvað atvik. Það kom aðeins örfáir hringir það sem að var eitthvað svona svona næstuð hægt að segja downtime. Annars fannst mér við vera bara á reisa einhverju gráðu allan klukkutíma, allan 38 hringina. Heldur betur. Eiríkur spyr einnig hvort að hann fái 1 stig fyrir að klára 90%. Hvernig raðast svona þegar menn detta út? Sko, við höfum bara Við höfum bara sömu reglur og þeir eru með GTC, þannig að við bara kíkjum á það. Þá er hann alltaf dettur út af netvandræðum. Þannig að við skulum bara, það kemur í ljós. Gunni ætla að vera okkur inn á handar með stigatöflu og svoleiðis, þannig að Gunni ætla að stigatöflu í sérfræðingurinn. Eitt sem okkur vantar líka, það er 2 menn til þess að dæma kærumáli eða 1 með okkur eða hvernig við ætlum að haga því. Já, allavega ef þetta eru bísik kærumál, nú er ég náttúrulega komin yfir í bísik úr Yamaha og Lavasjó. Já, ekki það við gætum svo sem afgreitt innan okkur, við erum nógu margir í spjallið til þess að við náum allavega einhverju konkrétt niðurstöðu. Já, erum mjög oft Já, svo erum við mjög oft ósammála atvik líka, þannig að það er Já. Hilli tekur hérna fram í post-race chati. Vá maður, það er rosalega erfitt að taka fram úr Jóni B. Við sáum það nú, hann var með flottan varnarakstur. Hilmar, takk fyrir okkur fyrir geggjað útsendingu, takk hérlega fyrir það.
Mér langar alveg nú að ferði í eitthvað replay ef einhverjum nefnir ennþá að hlusta á okkur að tala Driver of the Day. Það voru nú ekki mörg atkvæðin á þessu sinni. En mér sýnist þau vera 2 á pappa Þorfinn, Þorfinn pappa, og 2 á Johnny B og 1 á Hugo. Og hver var niðurstaðan þá? Ætli það sé þá hvað okkur finnst. Já, ég ætla alveg að kýsa Jón B. Mér finnst hann hafa 9. í annarsæti, það er verðskuldað Driver of the Day. Já, ég er svolítið sammála því þegar við fórum að djókast í þetta magnaðan daginn með Driver of the Day, við báðum það ekki að byrja fyrstir og enda fyrstir og leiða allt reysið. En það er vissulega bara, hvað maður að segja, þetta séu svona heiðursvelun og þú ert ekki að vinna og þetta er svona næstu velun og eftir því. Þannig að mitt atkvæði verður að fara á Jón B líka. Þráttur að hafa nöldrað sjálfur eitthvað yfir því að Jón hefði aldrei fengið Driver of the Day á liðinu tímabili. En Þorfinnur auðvitað náttúrulega bara að rústa þessu reysi. Já. Heldur betur. Engin smá akstur hjá. Mjög konsistent og bara hann átti þetta allan tíma. Já, Hilmar reyndar þetta okkur hérna, hann kom með 1 auka atkvæði, hann segði Jón B að það hefði 3-2-1. Einhver atvik úr reysinu sem að þú manst eftir og vilt sérstaklega kíkja á? Nei, ég skoða eiginlíkinga hérna og mér sýnist að hann bara hafi verið að droppa á mediumdekkjunum. Hann byrjaði á mediumdekkjunum. Ég held að það sé bara að missa hérna. Þetta er eitthvað svona sem að maður ætti að muna kannski eftir fyrir næstu útsendingu að ef við verðum hérna aftur saman þá að vera með klósubók. Klósubók og nota hjá sér keppandasæti og hring. Ég gerði það þegar ég var að lýsa úrvalsdeildinni hérna áður en ég fór í hana. Það var mjög sniðugt. Já. Og minni enn og aftur á það, ef það er eitthvað sem að bjóða sig fram í að lýsa aðdeildina á morgun þá verður mjög gaman að hafa lýsendur í henni. Ef að sem sagt Jón B kemur ekki og ef að Jón Anton nær því ekki af einhverjum ástæðum. Jón Anton voru búin að tala á Jón Anton, hann er að fara á eitthvað tindastóleik, er það fótbolti eða fótbolti? Það er eiginlega spurning er hann að fara á leikinn eða hann að fara að horfa á leikinn því að hann gæti rauninni mætt í útsendingu og myndir mögulega mæta nokkur mínútum seint bara. Það kemur allt saman í ljós, en bara ef það er einhverjum sem bjóður sig fram, endilega hendið á okkur skilabóðum og látum við bara vita ef það vantar eða ekki. Nei, snerist líka veit ekki hvort Hugo snerti mig eða ekki. Ég hef reynslu af þessu, ég veit af því þegar Hugo snerti mig allavega. Áttu þetta hljóma eins og þetta hljómaði eða? Það er bara fólk tekur þessu svo upptakar. Himmi segir hérna fljótur á bak upp sinn mann. Nei, virðist ekki á snertig. Það er gott að þið vissið á hvaða hring þetta væri strákar. Við getum ekki svo snert á þetta. Við erum ennþá hérna, annars við erum örugglega bara að þakka fyrir okkur. Já, ég held að þetta sé bara orðið nokkuð gott. Þetta bara tókst þessu vel hjá okkur. Það er ég að segja. Já. Og þessi nú að hrósa okkur. Overstay our welcome. Já. Þannig að ef við ekki bara að fara að segja þetta gott og svo er aðdeildin á morgun kl. 9. Hvað séu, 11. hring? 11. hring. Svo, minnum allavega aðdeildin á morgun meðan ég var að finna atvikið. Já, sama tíma, hvað eru margir í þeirri deild skráðir? 14 skráðir. Okay. Þannig að það verður hörkubarátta. Þar eru líka menn með ógnarhraða. Já, ég er ekki með sama hraða og Þorfinnur pabbi. Þú varst nú samt ekkert langt frá tímanum sem var sett í tímatökunni þinni. Nei, en hann er, og þeir feðgar, hörkuflottur akstur hjá þeim, að sjá. Já. Ég er ekki að segja þetta, ok, þetta var á 9. eitthvað. Við skulum ekkert vera að dvelja of lengi við þetta. Við erum búin að bladra nóg, sína nóg. Betur. Og Eiríkur og Himmi verður bara að henda sér eitthvað sett og útkláta sín á milli. Já, eða henda inn. Hefur Eiríkur 24 tíma til þess að senda okkur línu? Já, í rauninni bara fram til að þetta klárast á morgun. Já. Þannig séð. En þá ætla ég bara að þakka fyrir okkur og já, við verðum með aftur eftir 3 vikur.
3 vikur í næstu kefni í B-deild Já. og A-deildin á morgun, ekki missa því. Við verðum á skjánum hjá fólki á morgun. Já, við verðum keyrandi á morgun. Þetta er betur. Og já, bara takk fyrir okkur og takk fyrir kvöldið. Takk fyrir samverun og takk fyrir að hlusta á okkur. Og til að hamingju pótífastrókar, það er notur. Við erum í bandi, sjáumst eftir 3 vikur. Takk fyrir. Hafles.